Landvernd vill að Landsvirkjun stöðvi nú þegar framkvæmdir við Bjarnarflag. Formaður samtakanna segir að nú þegar hafi verið unnið óafturkræft tjón. Landvernd vill að Landsvirkjun hætti framkvæmdum við lóð stöðvarhús Bjarnarflagsvirkjunar. Framkvæmdirnar séu óafturkræfar en endanleg ákvörðun hafi ekki verið tekin hvort byggja eigi virkjunina. Landsvirkjun hefur uppi áform að reisa 45 megavatta jarðvarmavirkjun í Bjarnarflagi í Mývatnssveit. Fyrirtæki þegar byrjað á framkvæmdum á lóð fyrirhugað stöðvarhús Bjarnarflagsvirkjunar. Stjórn Landverndar fellir sig ekki við það. Hún beindi í dag þeim tilmælum til stjórnar Landsvirkjunar að framkvæmdum verði hætt. Allavega þar til rammaáætlun vernd og nýtingu náttúrusvæða hafi verið samþykkt á Alþingi. Þetta eru ekki afturkræfar framkvæmdir sem eru þarna. Það byrjað að taka þarna námu og það byrjað að undirbúa þarna jarðveginn fyrir stöðvarhúsið. Mér þætti fróðlegt að sjá áætlun frá Landsvirkjun það hvernig eigi að endurheimta eða lagfæra þetta svæði sem er það búið að raska þarna nú þegar. Guðmundur segir að unnið sé eftir gömlu umhverfismati sem taki lítið tillit til vandamála sem reynslan hafi sýnt að orkufyrirtækinu ráði illa við. Hann óttast að verði ráðist í gerð Bjarnarflagsvirkjunar gæti það haft afleiðingar fyrir lífríki Mývatns. Grunnurinn að þessu fjölbreytta lífríki sem þarna í vatninu heitavatnsstraumur sem liggur þarna undir Bjarnarflagi og ber kísil út í vatnið. Ef að þessi straumur kólnar þá kann svo að fara að það drægi úr þessum kísilstraumi í vatnið. Þannig yrði grundvellinum kippt undan lífríkinu. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, sagði í fréttum okkar í gær að aðeins værum undirbúningsframkvæmdir að ræða. Þeir sem komið hafa að lóð fyrirhugað stöðvarhús hafa sumir talið að framkvæmdir við það séu hafnar. Hörður segir að svo sé ekki. Sjálfar framkvæmdir við stöðina séu ekki hafnar, en þó fikri Landsvirkjun sig sífellt lengri í þá átt en formleg ákvörðun verði ekki tekin fyrr en sölusamningur verði frágenginn.